gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Við viljum að ræða stöðu íslenskunnar eins og við höfum gert í nokkrum þáttum, en það langt liðið síðan við tókum það málefni upp. Þetta svona svolítið krampakent kannski. Ég fæ stundum kvíðakast og þá alveg hamast ég og hugsa mikið stöðu íslenskunnar, en svo róast maður þessa milli. En það svo margir flettir á þessu. Í gær til dæmis flutti Vísir frétt af sveitarstjórnarfundi á Vopnafirði. Þar segir að sveitarstjórnarfulltrúi hafi ákveðið að gefa ekki kost á sér í komandi kosningum eftir að oddviti minnihlutans gerði athugasemd við að hún talaði ensku á fundinum. Það ræðir þarna mannesku frá Svartfjallalandi sem flutti til Vopnafjarðar 2015. Og hún segir í miklum hita umræðunar tjáði ég mig í stuttumáli á ensku til að koma sjónarmiðum mínum á framfæri. Kjölfarið brást oddviti minnihlutans við með því að hrópa: "Við tölum íslensku hér", og krafðist þess ítrekað að oddviti meirihlutans stöðvaði mig þar sem enska væri ekki heimil á fundinum, hefur Vísir eftir sveitarstjórnarfulltrúanum. Hann segir aftur á móti: "Hún grípur frammi fyrir mér og ég beini orðum mínu til fundarstjóra að hafa stjórn á fundinum. Þá greip hún aftur frammi fyrir mér og sagði: I speak whatever language I want", segir hinn sveitarstjórnarfulltrúan í málfarsdeilunni í samtali við fréttastofu. Nú hversu ég að þylja þetta upp, kannt að spyrja, vegna þess að svona árekstrar eru hluti af þeim öru breytingum sem hafa orðið í okkar fyrrum einangraða en ennþá fámenna samfélagi sem áður bjó kannski ekki bara yfir einn tungu en svona að mestu óraskaðri að nokkur leyti í hvað 1000 ár. Heldur íslenska velli eða verður þróunin svo að allir fundir fara fram á ensku? Svo þegar raunin í Mýrdalshreppi. Og hvað með gæði íslenskunar, málfarsbreytingar, málfræði, einstök atriði gætu við nefnt svo hvarf, viðtengingar, háttar, þolmyndir, hvað með gamla stolt, félagsauðinn, kultúríska kapitalið sem átti greina inn í mörgum fjölskyldum hér áður sem lögðu ekki kapp á neitt frekar en að börnin lærðu góða og skýra íslensku. Ef við missum málið, missum við okkur sjálf, sagði Þórarinn Eldjárn rithöfundur á dögunum í spjalli við mig. Og til að ræða stöðu íslenskunar, tækifæri ógnir, horfurnar komin til mín góðu gestur, rithöfundurinn Guðmundur Andri Thorsson. Vertu velkomin. Takk fyrir. Þú náttúrulega það fengur að fá þig í spjall sem þetta. Ekki rétt hjá mér, þú last handritum áratuga skeið og gast kannski svona fylgst aðeins eftir í hvernig ritunin breyttist? Jú, ég starfaði, mitt aðalstarf margra ára skeið var að lesa yfir, kannski ekki bara handrit en aðalega svona hjálpa höfundum að búa bækur sem til prentunar með öllu því sem að því fylgir. Þetta kallað ritstjóri, mér aldrei líka það orð, ég vil frekar kalla mig meðhjálpara. Og þannig að jú, ég hef starfað sem lesari eiginlega alla mína hunds og kattar tíð og alltaf litið á það sem mikla gæfu mín að geta unnið við það sem að mér finnst skemmtilegast að gera, það að leggja upp í sófa og lesa. Já, og þú hefur náttúrulega greint breytingar á tungunni, vænti ég, í einsendum handritum. Já, kannski sé ég ekki alveg, ég sé kannski ekki öll handritin sem eru send, heldur ég reyndar hættur að vinna, en það var meira þannig að ég var beðin að lesa eitthvað yfir sem var þegar kannski búið að taka til útgáfu eða af því að ég var ekki í því mikið að velja og hafna, heldur bara að ég fekk útlutað einhverju sem að ég var beðin að lesa yfir. Þannig að ég sé kannski ekki mikið af því sem hafnað og mikið af því og maður hefur kannski ástæðu til að ætla að þar sé kannski meira af því sem þú ert að svona fiska eftir í tungu. En væntanlega hafa þeir sem sáu fyrstir handritin sem var hafnað
að mjög miklu leiti velt fyrir sér. Já, og þetta og þetta bara ofta góma á mínum vinnustæði sem var bókaforlag. Já. Þannig að jú, það alveg rétt. Já, og þetta nú svona byrjað að gerast áður en sko þessi bomba verður. Og það þarf í sjálfu sér ekki það til heldur þetta svolítið flókið mál sko og samsett. Það má velta fyrir sér sko ég hef til dæmis séð bréf sem að langamma mín frá Seyðisfirði sendi móður minni sínu barnabarni og nöfnu. Hún hét Margrét Björnsdóttir á Seyðisfirði og merkis kona og ágæt kona en ekki góð í stafsetningu. Og bara utan á skrifum frukyn sko fyrir frukyn Margrét fyrir fröken og hún sem sagt það sem setna var farið að kalla flámælt talar austfirsku og N og Ufsulon þetta allt saman í kraut og þannig var þetta. Þar með ekki sagt að hún hafi ekki verið góð í íslensku og hún hafi ekki talað góð í íslensku, hún talaði sína í íslensku og hún skrifaði á sinn hátt íslensku áður en þetta varð svona samræmt í skólakerfinu. Og gömul sendibréf vitna það og raunar líka bara gömul dagblöð áður en þetta varð allt samræmt að það var alls konar stafsetning sem tíðkaðist og stafsetning Halldórs Laxness til dæmis stafsetning Jóns Sigurðssonar á nýjum félagsritum og stafsetning sem að margir aðrir notuðu. Og þannig að þetta voru ekki bara stælari þetta voru ekki bara stælari heldur fannst honum og ég eiginlega sammála honum og hann fannst þetta fallegri stafsetning heldur en svo lögbóna og hver veit nema ég taki upp þessa stafsetningu fyrir en síðar en punkturinn eiginlega sá sko að svo kemur skólakerfið og það kemur reyndar þarna á þriðja áratug 20. aldar kemur það sem var kallað blaðamannastafsetningin þá komur ritstjórar blaðanna sér saman samræmda stafsetningu á öllum dagblöðunum og síðan í skólakerfinu þá farið að kenna ákveðnar svona reglur sem eru samræmda réttrituna reglur og þetta það sem við lærðum í skóla það sem að foreldrar okkar lærðu líka í skóla og smá saman verða til svona þessi svona bara dálítið stífu norm það hvað rétt að gera og hvað rangt að gera. En á síðustu árum og sko fólk náði kannski misjafnlega miklum tökum á þessu og ég átti vini sem að voru með mér í gegnum menntaskóla og skiluðu sér síðan í gegnum háskóla af átt farsælan feril á sínum sérfræðisviðum sem að voru slæmir í stafsetningu slæmir í Ufsuloni og I og N og þessu og hvað þá setu ég svo gamall, ég lærði setu og það var alltaf fólk hafði misjafnlega sterkt tök á þessu en enga síður þá voru þessar svona stífu reglur, almennu reglur í opinberri umræðu innan dagblaðana það sem voru hliðverðir sem að lásu yfir það sem barst til dagblaðana frá almenningi og lagfærðu það út frá þessum stöðlum og normum og reglum það var mitt fyrsta starf eiginlega það var að vinna á Þjóðviljanum sem prófarkalesari og það var náttúrulega einhvers konar hliðverður eða ég var svona að hreinsa burt ég var að koma þessum texta frá blaðamönnunum yfir á skikkanett horfi svo kallað var. Varstu busy í því djópi svo í sletti nú? Voru margar veiklur? Ég var þarna naut áskaplega góðrar handleiðslumanna eins og Elíasar Mar og Andreu Jónsdóttur sem nú hennar rokka og þau kendu mér það að ég ætti ekki að bera neina virðingu fyrir neinum og ég ætti nema íslenskunni og það væri mitt starf að ég væri gæta hagsmuna íslenskunar og lesenda og þau kendu mér það að ég mætti skrifa upp texta
hvers sem væri og þetta lærði ég og þetta gerði ég. En svo fyndið að þessi ferill hafist með þessum hætti hjá þér. Ég verða að skjóta því inn að minn blaðamennsku ferill hóst einnig sem prófarkalesari á Tímanum. Já. Og ég fór í gegnum akkurat þetta líka. Já, þetta mikil skóli. Já, mikil skóli og einmitt þegar maður fekk hugrekki til að endurrita. Það var nú ekki alveg frá fyrsta degi hjá mér en hérna það var skref sko. Já, það var mikið skref sko og hérna en allavega sko punkturinn var eiginlega sá hérna hjá mér að það alltaf þessi svona opinbera íslenska, opinberu mælikvarðar á gott og vont, rétt og ránt. Já. Svo gerist það með samfélagsmiðlum og þá alveg sérstaklega Facebook að allt í einu fara miklu fleiri að tjá sig í rituðu máli en áður hafi tíðkast og þeir fara að tjá sig meira eins og langamma mín gerði og fólki á 19. öld gerði, þar að segja hver með sínum hætti og ekki endilega að fara eftir þessum stífureglum sem að kannski fjöldin kann ekki til hlítar heldur svona meira kannski einhverju sem að vinna við að kunna þetta og lagfæra og svona fólk eins og ég var og þá hnykkir kannski mörgum þegar þeir sjá þennan urmulega vitlausum texta en kannski með ágætri hugsun en enga síður þá erum við ennþá held ég þar að við dæmum svolítið hugsun eftir þessari framsetningu við dæmum fólk teljum að fólk sé einhvern veginn annars flokks ef að það hefur ekki vald á þessum reglum en ég verð að nefna hérna alveg sérstaklega í þessu sambandi mann eins og Bubba Mortens sem að hefur verið mikil brautryðjandi í því að eiginlega að opna þessar gáttir að hann hefur ruðst fram svona eins og hann gerir með sínum mikla krafti og einlægni og svona visku og hann skrifar með sínu lagi og hann verður fólki fyrirmynd þetta er kannski bara allt í lagi að gera þetta og maður má alveg tjá sig þó maður tjáir sig ekki alveg eins og réttriturnar reglur segja að maður eigi að tjá sig og kannski lítur bara annað fólk ekkert á mig sem fábjana þó að ég veit ekki alveg hvernig það á að vera 1 eða 2 enn í orði þannig að þetta er jákvæð þróun finnst mér mér finnst þetta lýðræðisþróun og mér finnst sko þetta að vera í rauninni þetta eflir íslenskuna og valdeflir einstaklingana sem áður þorðu ekki að tjá sig það gerir það og gefur líka sko gerir samfélagi betra vegna þess að það verður meira margrata það heyrast fleiri raddir en er þá samt hugurðinn þar stattur á sama tíma að þú gerir miklar kröfur til fagfólks sem starfar með íslenskuna á vopni samanber blaðamenn? Já, allavega ég vænti þess að fólk sem að skrifa skáldskap eða hefur skrif svona að atvinnu að það kunni þessar reglur. Já, ég vænti þess. Já. Sko, það rifjast upp fyrir mig núna þegar þú varst að nefna þetta með Facebook. Ég get flett upp sko viðhorfsbreytingu minni. Fyrst þegar ég fer á Facebook, alltaf ekki 2008-2009 eitthvað slöðis, þá einmitt tíðarandinn þannig að maður bara sýpur kveljur ef maður sér texta sem manni finnst bjagaður, vanti Ussulóni sem nefnir eða eitthvað slöðis
og ef maður var sjálfur staðinn að rangri ritun þá hvarf merkingin og allt sem maður ætlaði að segja það var það aukaatriði. Það vantaði ekki umvandanir frá sumum. Það vantaði ekki umvandanir, en þetta hefur breyst alveg gríðarlega mikið. Og núna hef ég lært að lesa í merkingu einmitt, og hvað hefur við komandi að segja og skiptir mikið öllu máli hvernig það er stafsett. Já, einmitt. En talandi þessar umvandanir sko, þá hefur mér líka stundum fundist að sko þegar fólk er mikið að fetta fingur út í það hvernig aðrir tjá sig, hvernig aðrir skrifa, þá mér finnst það dónaskapur að gera það. Og fólk virðist einhvern veginn telja sig að hafa einhvern rétt til að gera það vegna þess að það sé að standa vörðum íslenskuna sem að eins og hún þurfi eitthvað á svona málsvörnum að halda sem hún gerir ekki. Þetta er valdastaða, þetta er valdataka leið og ég myndi fara sko að petta fingur út í, ég myndi benda þér á að þú ekki að skrifa Usulun þarna og eitthvað svona, þá ég að taka mér valdi við því hvernig þú tjáir þig. Og ég að setja mig á háan hest gagnvart þér. Og þetta gleymist stundum í þessari umræðu, að þú ert að gera lítið úr fólki þegar þú ert að gera lítið úr því hvernig það tjáir sig. Og svo má náttúrulega heldur ekki gleyma því sem að Halldór Laxness sagði að það var verið að tala um orð ég man ekki nákvæmlega hvert orðið var en segja bögumæli, nota það orð bara því ég myndi eftir ekkert annað í hug. Ekkert orð bögumæli eða stendur á réttum stað. Einmitt. Já, þetta er vel sagt. Sko, ástæði þess að ég nefndi riskingarnar á sem sveitarstjórnarfundi, þar sem rifist um tungumál, er svo að sko, að margt sem hefur gerst núna hratt. Þótt engir væru innflytjendurnir, sem mætti nú kannski halda fram með rökum að sé svona helst okkar verkefni að hvernig við tökum á móti þeim og hvernig við búum í haginn fyrir þau til þess að þau geti lært tungumálið okkar. Alveg burtséð frá þeim 70.000 innflytjendum eða hvað þetta er á frekar skömmum tíma sem augljóslega kallar á áskoranir, þá eru hin ensku skotnu áhrif sem fylgja internetinu, samfélagsmiðlunum, öllu því sem að unga fólkið les kannski mest. Það mætti líka nefna gríðarlegan fjölda ferðamanna, bara þá bombu sem hefur sprungið hér. Að ég heyri foreldra tala að þeir eigi 10, 12, 15 ára gömul börn og jafnvel yngri, og bara í samræðum við kvöldverðarborðið þá séu börnin að ströggla við að þýða ensku sem kemur fyrst upp í hugan yfir á íslensku og svo tjáðu sig á íslenskunni og útkoma verður kannski brotin. Já, það er mikið áhyggjuefni vissulega og það er mikilvægt líka að fólk gerir sér grein fyrir því að það sé áhyggjuefni og að fólk bregðist við því. Þetta eru ungir og frjóir heilar. Ung og frjó heilabú og albúin til alls og þau geta þessna lært arabísku og íslenska er ekki útlenska. Íslenska er ekki arabíska og íslenska er málið sem að þau hafa vanist við frá því að þau komi í heiminn og þau eiga nú alveg að geta náð góðum tökum á því. Þetta er líka spurningum hugarfar og þar höfum ég fundist svolítið ávanta hjá Íslendingum. Það er eins og þeir gerir sér ekki grein fyrir því að við sem nú erum á dögum, við erum gæslumenn einhvers elsta og merkilegasta tungumáls veraldar. Við erum með geysilegt verðmæti hér í höndunum og við verðum að hlúa að því og við verðum að sinna því
og okkur verður að þykja væntu það. Og við erum með okkur sjálf í höndunum, okkar eigin heimspeki, ekki satt. Já, og þessa góðu hugsun sem þú varst að vitni Þóran Eldjárn, ég setti nú einhvern veginn saman eitthvað það sem að endaði á tapist tungan týnist sál. Akkurat. En sko, mér fannst þetta mál sem kemur upp á Vopnafirði athyglisvert og ætla nú ekkert að það reynda kemur svo reynda fram að þessi manneskja talar ágættir íslensku og í hita leiksins þá grípur hún til enskunar til þess að geta mótað hugsun sína betur eins og maður hefði sjálfur viljað gera í svipuðum aðstæðum því að ef við lærum annað tungumál en okkar eigin móðumál þá verðum við náttúrulega aldrei alveg Já, þetta er ekki, enskan er ekki hennar móðumál. Nei, akkurat, það er rétt. Já. Enskan er hins vegar sko það, nú ætla ég ekki að fara í þessa sögu sérstaklega, þetta er náttúrulega bara fólk að rífast. Já. Og og ég er átaka fælinn maður með afbrigðum og reyna alltaf að halda mig fjarri þar sem fólk er að rífast. Já. En samt þetta segir kannski einhverja sögu það að í samskiptum innflytjenda og svo heimamanna að það finnst engum ástæðu til að tala íslensku. Hvorki innflytjandanum, hann sér ekki ástæðu til þess að læra góða íslensku og tala góða íslensku við þess að hann þarf þess aldrei. Hann þarf þess ekki. Hann getur og Íslendingurinn sem er þarna móti, sem er málhafi íslenskunar, hann vil kannski bara hafa hann út af fyrir sig og sitt fólk. Og hann vil kannski bara nota íslenskuna til að halda hinum fyrir svolítið fyrir utan. Fínt að hinn vinni á sjúkrahúsinu og sé þarna í þessu og sé í hinnu og gera við bílinn og hvað þetta er. Apartheid. Já, einhvers konar svona mjög vinnarlegt og elskulegt en samt sem áður og það er svo ríki gagnkvæmt áhuga leysi að tala íslensku en að mætast í þessi stað kunni ekki allir ensku hér, getur ekki bara notað ensku og þegar sá hugsunarháttur er ríkjandi á æ fleiri sviðum samskipta, æ fleiri vettvöngum, ef við mögum nota svoleiðis flerturorð þá verður enskan smám saman hið óopinbera mál á Íslandi. En alveg eins og maðurinn þarna á hreppsnefndarfundinum, æsti íslenski maðurinn benti á, þá er það bara í lögum að íslenska sé opinbert mál á Íslandi og íslenska skuli vera þar með mál á vettvangi stjórnmála og á öðrum vettvangi sé mál númer 1. Það er bara bundið í lögum. Og ég held að þegar við hugsum það þá við sem erum mælt af íslensku, við sem erum alin upp í íslensku, ég held að við flest viljum það líka. Já. En þá verðum við líka að nálgast þetta af meiri alvöru, hugsa okkur svolítið betur áður en við breytum yfir í enskuna sem okkur er mjög tamt að gera í samskiptum í búðum og bara í öllum samskiptum. Höfum reyndar ekki val allstaðar í bónusbúð sem ég fer reglulega í, þá þarf ég að tala ensku. Já. Á kassanum. Já, þú þarft þess. Já. Og það breytist ekkert frá viku til viku. Jú, það gæti gerst. Ef þú heldur áfram að tala íslensku. Ég held að sé á ákveðnum tíma sólarhrings að þá er alltaf einn starfsmaður sem talar enga íslensku. Já. Þannig ég hef ekki val það þar. Nei, já, maður svo sem maður svo sem og það er allt í lagi, maður bara tekur því tekur því af gleði og ekkert við því að segja en almenna reglan er samt svo að við tölum íslensku
í svona samskiptum, við byrjum á íslensku og ef við komum til biðum mann að tala ensku, þá náttúrulega skiptum maður yfir í enskuna en maður hefur ekki frumkvæði að því að tala ensku og maður skiptir ekki yfir í ensku þegar að erlendur starfsmaður að reyna að tala íslensku sem að mikið brögð að. Þá var þar mestu að maður haldið áfram að tjá sig á íslensku. Hann vill það augljóslega, hann eða hún eða hán. En sko þetta sem þú nefnir með er þetta slugs, er þetta kærleysi, er þetta ómikil gestristni, erum við ennþá svolítið heimóttaleg og okkur finnst svolítið gaman að tilbreyting í þessu. Já, fá að tala ensku. Já, finnast við vera menn með mönnum. Það pínulítið þannig kannski. Það alveg hugsanlegt. Ég hef ekki hugsað út í það. Þetta er örgulega eitthvað svona. Gæti verið. Já, og sjáðu mig, ég kann ensku. En ég held að þetta sé eitthvað svona sambland af þessu og fyrst og fremst kannski hugsanleysi og hirðuleysi og skeytingarleysi íslenskuna. Það er mjög hættulegt að við líka eftirlátum öfgamönnum og útlendingahöturum þessa hugsun að þykja vænt íslenskuna og vilja halda í íslenskuna. Þetta má ekki verða einhverju svona þjóðurnis ofstopa máli. Mæltum manna heilastur. Já. Og þess vegna er mikilvægt að fólk aðrir tjái sig með þessum hætti en bara slíkir menn sem að maður sé svona viðleitni í þá átt að reyna að helga sér þessa umræðu og þessi viðhorf. Þetta er rosalega góða punktur. Ég hafði ekki velt þessu fyrir mér fyrir bara núna þú segir þetta er efst á stefnuskrá til dæmis miðflokksmanna sem að hafa verið harðastir í útlendinga andúð, ég ætla bara að segja það. Algjörlega og það er þá er þetta eiginlega dæmt til þess að verða að minnihlutaskoðun og jaðarskoðun. Þú nefndir áðan að blaðamenn hefðu sammælst samræmdan rithátt. Var það að frumkvæði blaðamanna sjálfra eða kom einhvers konar pólitísk? Ég man ekki, man því miður ekki þessa sögu það kunna aðrir þetta betur en ég en það voru ritstjórar blaðana þeir sem sett komu saman og ákvaðu að þeir skildu komið sér saman tiltekna stafsetningu. Þetta var kannski ekki svona mjög flókin tilbreyði þannig lagað en það voru samt einhver ólíkur háttur á hvort maður á að nota jóði eða ég og þarfram eftir göttum. Ég held að þessi saga gæti verið staki mengi gagnlegrar umræðu samtímans að ég velti mikið fyrir mér hvort það þurfi ekki bæði grasrótar átak á meðal þjóðarinnar til að snúa vörn í sókn. Við erum heimsmyndin er breytt, íbúamengið er breytt, við höfum allans ferðamenn. Við getum ekki látið það bara einhvern veginn dankast áfram og séð hvað gerist. Mín skoðun er svo að við þurfum bæði sem þjóð að blása til átaks en það væri mikil styrkur af því ef það kæmi einhvers konar leiðbeining frá hinu opinbera. Já. Það er náttúrulega til eitthvað sem heitir málstefna og sem var samþykkt á þingi á sínum tíma og eitthvað svona plagg sem enginn kannski gerir mikið veður út af en við þurfum kannski vera minnug þess muna það að sem sagt íslenskan er tungumál íslenskan á sér merkilega sögu og á íslensku er til urmull af ómetanlegum bókmenntum sem er fjársjóður sem að við gætum. Það er ekki í verkarhing manneskju sem kemur hingað frá Póllandi
eða Moldóvu eða Svartfjallalandi eða Bandaríkjunum að gæta þessar tungu, það hlutverk og hlutskipti okkar Íslendinga og það verkefni okkar Íslendinga og engra annara að varðveita þessa tungu og ef við gerum það ekki þá gerir það engin annar nema við viljum að hún verði bara töluð af einhverjum háskóladeildum vestanhafs sko af einhverjum svona fólki sem að hefur tekið doktorpróf til þess að gera það ekki lifandi tungumál og það ekki raunverulegt það ekki raunveruleg menningaverðmæti mér stundum þegar ég að hugsa íslenskuna þá þetta mér í hug frasi frá Bóli Hjálmari þegar hann var að yrkja tungur okkar og hann orti nú margt ljótt marga og svona níð og klám og alls konar en hann sagði þetta svo fallega íslenska tungu, hann sagði að hún veri orðafrjósum móðir þetta finnst mér að vera voðafallegt og mér finnst líka dálítið gaman að hugsa tungumálið okkar þannig sjá þetta einhvern veginn fyrir mér eins og frjóa jörð sem allt getur vaxið allt getur allt grær í kringum og hún orðafrjósum móðir og það merkir að það getur nánast hvað sem vaxið þarna það getur verið orð af alls konar uppruna sem að geta einhvern veginn orðið að þegnum í orðið að einhverjum fjólum í þessum garði eða svokölluðu ílgressi og það geta verið fögur tré og stórar eikur og það geta verið fíblar og sóleyjar og allt þar á milli. Já, mjög fallega orðað. Sko, en ef þetta okkar fjöregg að vissu leyti, ef menning okkar heimspekileg hugsun og sjálfsmynd undir ætti, sko, þú ert fyrir þingmaður einu sinni skrifaður líka mest lesnu pistla samtímans, frábær í Fréttablaðinu ár eftir ár. Þakka fyrir. Já, að sko ætti hið pólitíska, ættu þingmenn ekki að láta sig þennan risastóra menningarlega þátt sem allir eru sammála að í óvissu ef ekki hættu, jafnvel stór hættu. Ættu ekki hinni pólitísku kjörnu fulltrúar okkar að ganga á undan með góðu fordæmi og ætti þetta ekki bara vera á dagskrá sem ég hef svo mikla tilfinningar gagnvart tungunni, sko, það bara eins og ég sé að tala lífsáska að verðum við ekki einhvern veginn að bregðast við mögulega með hið opinbera eða pólitíska í farabróti að miklu meiri ákefð og þunga en verður. Jú, það alveg rétt hjá þér og þó að það sé náttúrulega, ég efast ekkert góðan hug þeirra sem að sitja á þingi og þeirra sem að eru við stjórnvölin en enga á síður þá held ég að það sé alveg ljóst að það þurfi að setja miklu meira fé í íslensku kennslu fyrir fólk sem hingað flest. Þáttu nú að skera niður Já, svo var nú hættið það því var bjargað, sko og en betur má duga skal þetta alveg rétt hjá þér og þetta þurfa stjórnvöld að vera vakandi og það má alls ekki gera lítið úr því en það ekki hægt að setja lög hugarfar og það ekki hægt að koma með tilskipanir á ofan að fólki eigi að þykja vænt íslensku. Því miður. Já, þetta verður fólk að finna þetta einhvern veginn hjá sér sjálfu og
ég hef stundu velt því fyrir mér hvort að við förum einhvern veginn vitlaust að því að kenna íslensku, að við kennum hana kannski ekki sem tækifæri til þess að tjá sig og tækifæri til þess að efla sig í heiminum, tækifæri til þess að verða betri og bara tækifæri. Við kennum íslensku kannski ómikið sem kvöð. Við kennum íslensku eins og hún sé útlenska og ekki bara útlenska, heldur mjög erfið útlenska sem að þú myndi aldrei nokkuð tíma ná tökum á. En þetta málið sem að þú hefur haft í eyrunum frá því þú komst í heiminn. Það að segja ef við erum að tala um íslensk ungmenni. Og þetta ekki svona erfitt. Þetta á ekki að vera svona erfitt. Ég var að lesa einhverjar svona skemmtilegar umræður um gerplu. Eiríkur Rögnvaldsson var prófessor sem að nú mikill svona leiðtogi í þessum efnum og margir líta til réttilega. Hann var að segja frá því að hann hafi verið að lesa gerplu og honum fannst það voða gaman að lesa gerplu en var svona að benda á að jafnvel hann skilur ekki sumt. Það eru sum orð þarna sem eru meiri segja á honum og við það og hann þarf að fletta upp og einhverja svona umræður það fram og tilbaka hvort að eigi að gefa út einhverja svona einfalda útgáfu af þessari mögnuðu bók á móti stríði og stríðshugsunarhætti og stríðshugar hernaðaranda, einhvern magnaðasta bara bók sem til á íslenski tungu gegn hernaðar hugmyndinni. En ég var að hugsa eiginlega eftir öðrum brautum að það eigi ekki það sem ungmenni eru annars vegar og ungt fólk og kannski bara hugsanlegi lesendur Laxness sem ekki hafa lesið hann að það eigi frekar að líta á þetta sem tækifæri en kvöð og þetta sé þarna býðið þín orðafrjósum móðir þarna rétt handa við hornið þá bara sjáru blasa við þér þetta yndislega engi fullt af alls konar furðulegum gróðri og óskiljanlegum jafnvel frekar en þetta sé Esjan og þú þurfur að ganga á Esjuna og þú þurfur að paufast upp brattar og grítar hlíðar til þess kannski eins að standa þarna uppi eftir allt erfið og sjá ekki neitt og það bara þoka og þetta finnst mér stundum vera svona einhvern veginn nálgun okkar á menningararfin og tunguna að hún sé eitthvað óskaplega erfið og mikil þraut að tilengja sér hana frekar en þetta sé tækifæri og þetta sé eitthvað sem okkur gefið öllum. Góður punktur. Það var skemmtilegt í þessum pistli Eiríks sem nú vitnaði til að hann komst að þeirri niðurstöðu að Halldór hefði orðið að skrifa þann stíl sem hann skrifaði til þess að ná ádeilunni. Já. Og þetta sagnastílinn sem að vegsamaði stríðsmennina og hann notar sama stílinn og vegsamaði stríðsmennina til þess að rífa þá niður og þannig að það stendur ekki steinni við steini og þeir eru nú ekki allir kátir þegar bókin kom út Nei höfðingjarnir hér á landi Nei þá hún illa farin með þetta var helgispjöll bara helgispjöll En Guðmundur Andri mér skilst að unglingar og við segjum tlæms bara með mörg dæmi krakka í framhaldsskólum að þau lesi texta í bútum og langa og þau eru alveg færum að lesa langa og flókna texta flest eru örugglega en þau lesa hann í bútum og svo kannski farið og kíkt á internetið á milli eða eitthvað eða rafhlöðurnar einhvern veginn hlaða batterín með einhverjum hætti og þessi geta að lesa mjög langan jafnvel tyrfinn texta í einu
eins og þér hefur verið gefið sennilega vegna uppeldis og áherslu og það var ekkert sjónvarp einu sinni. Það var ekkert sjónvarp. og bara útvarp. Akkurat. Og vægast að breytti tímar, sko þarna líka eitthvað. Það hefur orðið svo mikil menningarbreyting í þessum efnum að maður spyr sig hvort við sem samfélag gætum fjölga hjálpartækjum til að koma móts við nemendurna frekar en að og viðurkenna það að heimurinn breyttur af því að þau vita miklu meira en við vissum á þeirra aldri. Þau taka það inn með öðrum hætti. Ein ástæða þess að þau vita miklu meira svo að það svo margt sem þau vita. Kannski ekki alveg heildjúft, það bara svo margt og þau eru svo vön þessum hraða við að afla sér upplýsinga að það þýðir kannski lítið að henda Laxness Nýþungum eða Þórbergi til krakka sem eru fyrsta bekk í framhaldsskóla og hafa aldrei lesið langan texta áður. Sko, þarna líka eitthvað sem að Já. Þetta alveg rétt sem þú segir og maður finnur þetta svo sem hjá sjálfum sér að ég gerir nú töluvert að því að lesa skáldsögur og sagnfræði en ég þarf að koma mér að því. Ég þarf að leggja frá mér síman og þessi ráftæki sko, sem alltaf að toga í mig sko, og er með eilíft bling ef ég slekk ekki á honum sko. Til þess að finna frið, finna sálarfrið og hugarró til að geta einbeitt huganum að því að lesa sem að og þetta áhyggjuefni finnst mér vegna þess að ég held að það að lesa samfelldan texta, langan samfelldan texta myndalaust sé ákaflega þroskandi fyrir heilan og þroskandi og skapandi í senn? Já, algjörlega og vegna þess að við erum að skapa, við erum sko náttúrulega, bókstafnir eru náttúrulega bara tákn, eru bara myndir og K ekki, þetta ekki bókstafurinn K bara bókstafurinn K, ekki eiginlega K og við þýðum þessar myndir eða þessi tákn yfir í myndir í heilanum. Við sjáum fyrir okkur textan, við sjáum fyrir okkur persónur, við sjáum fyrir okkur alveg ótrúlegustu atvik og við getum sviðsett í heilanum alveg bara þúsundir af fólki á einhverju torgi einhvers staðar og meðan við lesum og þetta náttúrulega opnar alls konar gáttir og vítir í heilanum, það eiginlega segir sig sjálft og þetta eitthvað sem að myndin, hinn eiginlega mynd sem að við erum kannski oftast að skoða í græjunum á skjánum gefur okkur ekki. Og hvað þá gervigreindar myndirnar sem að eru allar einhvern veginn svo undarlega mikið eins. Það eiginlega varla einleiki sko. Þannig að ég hef svolítið áhyggjur af því hvað býður hvernig mannkynið verður eiginlega eftir kannski svona eftir að þessi þróun er farin að setja mark á mennina á fullu leyti. Já. Mér líka dottið í huga að það væri aðgengilegra fyrir ungt fólk að það myndi skammta í texta með öðrum hætti heldur en nú gert í svona löngu flóknu textum. Það var náttúrulega þannig sko, ég var með sjálfur sýnisbók sem að Sigurður Nordal hafði tekið saman, þetta var maður að lesa í menntaskóla og þar voru svona stuttir textar. Og kannski sá hann inn í framtíðina? Já, og þetta svo sem líka verið, það voru líka til heima svona hver sem þá riðu hetjur héruð sem að voru svona stuttir kaplar úr Íslendingasögunum og þetta las maður mikið og vissulega og ég öfundi ekki bókmennta og íslensku kennara nútíma sem að þurfa að opna
þessar gömlu hirslur, þessar gömlu fjársjóði fyrir nútíma fólki en ég held að það hljóta að vera hægt. Þetta er svo gott stöf. Þetta er gott stöf. Já. En sko, höfum við ekki báðir bara séð rithöfund að beita þessu bragði í seinni tíð? Textin kaflarnir eru stytt. Ég að styttast, já. Og líka svona meiri sviðsetningar og mikil ósköp. Og sko, og þetta er svona ákveði bjargarleysi. Já. Að hneykslast á kennurum, skólum, börnunum, allir hættir að lesa Laxness í framhaldsskólum og við öll og öllu snúa og öll höfum við miklu meira að vita því hvernig á að kenna lestur heldur en þeir sem gera það, þeir sem eru að basla við að kenna lestur sem náttúrulega og það alltaf einhverjum öðrum að kenna heldur en okkur sjálfum sko. Jú. En að þú nefndir áðan sko samanburðin á að horfa sjónvarp eða vera með bók. Það eru til ótalmargar rannsóknir á heilalínuriti. Við erum bara alveg flöt þegar við sitjum og horfum á sjónvarp. Já, við notum sjónvarpin til þess og skjáin til þess að hvíla okkur og ef að sko heilin alltaf í hvíldarstöðu þá hann nú kannski ekki líklegur til stórræðana. Nei, en galdurinn við lestur og þetta gagnvirka samband höfundar og lesanda að þú nefndir það við þýðum, við erum með tákn og allt það en svo hefst líka okkar eigin hugmyndavinna sköpunarprósess, hvernig við leggjum út af því lengja vinna úr lestinu sem kannski ef vel ritað býður upp á meir en eitt framhald og fleiri en eina hugsun. Þess vegna það alveg ótrúlega öfundsvert starf að vera rithöfundur. Það að segja sko, þeir eru rithöfundur og þeir tekst að búa til einhverja senu eða eitthvað bara úr orðum sem að höfðar til fólks þá eru fengið lykil að heilabúum annarra mannesku. Þú ert komin inn í heilabúið með þín orð, þú ert komin inn í heilabú annarra mannesku og það eiginlega alveg ævintýralegur staður að vera á sko. Ævintýralegt aðgengi sko. En ég var að hugsa það áðan þegar þú varst að tala um börnin og lesturinn og þetta saman og auðvitað eru ekki einfaldar lausnir á þessum tímum sem að einkennast af skjáirnir ekkert að fara. Nei, en þess vegna þurfum að ræða málin miklu meira en við erum að gera. Já. Og ég held að ég ætla nú kannski ekki mikið að vera svona hælast hér en okkur tókst þó okkur hjónunum með okkar stelpur sem nú eru fullorðnar konur að á hverjum degi var lesið. Það segja, við gáum okkur alltaf tíma til að setjast með þeim, kannski með hvora og með bók, einhverja bók, bara einhverja myndabók með texta, lesa textan, skoða myndirnar og eiga samverustund yfir bókinni. Má ég skjóta núna einni spurningu, kennduð þið stelpunum að lesa heima? Já, ég gerir það líka. Já. Og ég er ekki heldur að hælast en ég held að ég sé hvorki betur nýja verðgefin en meðal Íslendingurinn þetta tók ekkert margar vikur. Nei. Það bara að gefa sig að þessu verkefni. Svona næmir heilar sko en sko barn sem að hefur aldrei séð bók það náttúrulega ekki líklegt til þess að læra til einhver sig það sem að í bókinni það að segja bókstafir og allir virðingu fyrir sko iPadi og öllu þessu skjá dótið sko sem að mörg börn fá það sem mikið svona myndefni að þá í rauninni verið að ræna þau þessu sko að tilengja sér bókstafina og þegar þú tilengar bókstafi þegar þú lærir að lesa þá ertu líka að sko þjálfa abstrakt hugsun og það mjög mikilvægur eiginleiki og það ekki til betri valdefling en að kenna barni að lesa.
Og þá segja sumir en það ekki hlutverk skólanna og ekki bara vont ef börnin mæta sum full læs og margar sögur hef ég heyrt á læsum börnum sem mættu til leiks 5-6 ára gömul og leið eins og þau þyrftu bara bíða eftir hinum árum saman og Já, ég þekki það nú ekki sko, ég bara sennilega treystir mig ekki til þess að svara þessu sko að því að ég vinn ekki við þetta en hérna ég geti mér finnst það öfugsnúið ef við lítum svo á að það sé galli að barn sé orðið læst sammála því. Já, þetta 5-6 ára. Heyrðu, þetta nú búið að vera svona eins og verður nú oft stórmál út og suður og það náttúrulega mér að kenna eins og alltaf að ég held aldrei fókus á eitt atriði nema stund í einu en ég þakkaði nú Guðmundur Andri Tórsson fyrir að koma hér og svona hugsa málinu upphátt með mér bara svona kannski blá lokin við ræddum það hérna áður en við kveiktum að upptöku að við fengum báðir í arf frá okkar heimilum þessa miklu áherslu að tala vel og skrifa rétt og svo framvegis og þetta var svona eins og ég nefndi í inngangnum þetta var keppikefli mér varst það fallegt í Mývatnssveitinni sko að hérna þetta var leið fólksins til þess að ná máli efnin voru rýr fólk var í vondum sjálfsvirðingin fólk var í vondum fötum gatslitnum, það var aðeins í húsdýralykt og svo framvegis og það hefði ekki þótt fínt í hérna á samkomum menningar elitunar en hvað hafði það á færi sínu? Jú, það gat ræktað íslenska tungu og það gerði það mikið lagt upp úr því eins og þú sagði mér að hefði verið á þínu heimili Ætli þessi tími sé horfinn eða Ég veit það ekki ég held að það sé nú bara mjög misjafnt og hérna en ég held að allir foreldrar reyni að rækta með börnum sínum sjálfsvirðingu og efla þau á alla lönd og þar stundum ekki að leita langt yfir skamt, það stundum nóg að setjast bara niður með bók og lesa með barninu. Við höfum það loka orðin, kæri þakki fyrir komuna stöðu íslenskunnar. Takk fyrir mig, alltaf gaman að spjalla við þig. Takk fyrir. Og ég þakka ykkur líka, kæru hlustendur áhorfendur, fyrir samveruna í kvöld. Það búið að vera gaman að vera með ykkur eins og öll önnur kvöld hér á Samstöðinni. Takk fyrir að horfa og hlusta, takk fyrir að deila efni Samstöðurinnar, takk fyrir að styrkja okkur með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og haka þar við áskriftarhnappinn með því að skrolla aðeins niður, aðeins 2.750 krónur fyrir að halda í okkur lífi. Ef þið langar að auglýsa vöru eða þú þekkir auglýsendur sem vilja færa út kvíarnar, þá eru auglýsingarnar hjá okkur ódýrar. Við erum ekki bara sjónvarp, við erum líka útvarp, við erum á alls konar öppum, YouTube, Facebook, út allt. Við höldum áfram að berjast fyrir þig. Ég heiti Björn Þorláksson, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.